kappræðurnar sem hér fara fram og ég með eina spurningu sem kom á Twitter. Það Egill Þórarinsson sem spyr, Herdísi og Þóru, hefðu þið íhugað að mynda utanþingsstjórn eftir hrunið? Já. Utanþingsstjórn verður ekki mynduð nema að það sé ekki meirihluti á þingi, þannig að það erfitt. Ég hefði íhugað það. Það var hér stærsta efnahagshrun allra tíma hjá okkur og það má ekki gera lítið úr því. Ég hefði íhugað það, ég ekkert að segja að ég hefði gert það, en ég hefði svo sannarlega íhugað það vegna þess að það var mikil þörf eftir hrun að taka á málum og við sjáum það núna í dag. Ég held að forseti geti ekki sett ríkisstjórnina af meðan hún hefur meirihluta á þingi. Fyrirgefðu Þóru, hvað segir? Ég held að forseti geti ekki sett ríkisstjórnina af á meðan hún hefur meirihluta á þingi. Hvað með þig, Ólafur? Auðvitað það rétt að forsetinn getur ekki sett ríkisstjórn af meðan hún hefur meirihluta á þingi enda væri það andstætt stjórnarskrá lýðveldisins. Ég hef hins vegar sagt frá því núna nýlega að á þessum örlagaríku dögum þegar brunnu eldar í miðborg Reykjavíkur nánast á hverju kvöldi þegar lögreglan þurfti að verja Alþingishúsið og skrifstofur forsætisráðherra og ríkisstjórnin var að liðast í sundur fyrir framan okkur og enginn vissi hvort að flokkarnir í landinu myndu ráða við það verkefni að mynda nýja ríkisstjórn. Að þá var það sjálfsögðu skylda ábyrgs forseta að byrja þá á þessum örlagaríku dögum í janúar 2009 að hugleiða að ef að flokkarnir myndi ekki ráða við þetta verkefni að þá það nánast með fárra klukkustunda fyrirvara tilbúin að mynda utanþingsstjórn vegna þess að ástandi hjá okkur sjálfum, óeirðirnar, óvissan, að lýðræðið í landinu var að liðast í sundur og jafnvel samfélagssáttmáli okkar Íslendinga að það gat skipt klukkustundum að forsetinn væri þá tilbúin að grípa inn í ef það þyrfti. Sem betur fer náðu flokkarnir saman í kjölfar langra viðrana sem ég átti við þá á samfellt frá hádegi og fram á kvöld og það var mynduð minnihlutastjórn eins og við þekkjum öll. Þetta var sams konar hugsun og Kristján Eldjárn stóð frammi fyrir haustið 1979 og ársbyrjun 1980. Þannig að það alveg ljóst að það geta komið til tímar því miður að forsetinn þurfi að vera tilbúin til að gera þetta með litlum fyrirvara því að Bessastaðir eru síðasta stoppistöðin í stjórnskipun Íslands sem tryggir það að landið verði ekki stjórnlaust. Þóra, ekkert athyglisvert sem hann nefnir og Ólafur varðandi